Mig langar aðeins að tala Star Wars við ykkur. Fyrsta Star Wars myndin var frumsýnd 25. maí 1977. Það 53 dögum áður en ég fæddist. Það má segja að ég sé búinn að vera Star Wars aðdáandi nánast allt mitt líf. Kannski ekki alveg frá því ég var svona lítill, kannski frá svona 5 ára aldri. Ég man ennþá eftir því þegar við eignuðumst vídeótæki í fyrsta sinn. Það var árið 1982. Það tæki var framleitt af Saba og það var svona. Engin smá hlungur, svona 10-12 kíló þyngd og með fjarstýringu. Það gerði sitt gagn og það mjög lengi. Ég held að það fari á haugan í kringum árið 2000. Það var góð ending í þessum tækjum. Sjónvarpið sem vídeótæki var tengt við var að gerðinni Luxor árið 1978 og það fari á haugan svipa leyti á vídeótækið kringum 2000. Það leyti sem við vorum að eignast vídeótæki voru vídeólögur að skjóta upp kollinum. Á nokkrum árum voru margar vídeólögur í Keflavík og VFS búið að taka yfir Betamax-tæknina. Ein aðal ástæðan, það var hægt að setja alltaf 2-4 klukkutíma af efni á VFS en bara 60 mínútur á beta. Fyrsta minning mín af því að leigja spólu var þegar ég var heima veikur, svona 5-6 ára. Ég bað pappa fara út á vídeólögu og leigja Star Wars. Það voru komnar úr 2 Star Wars myndir, Star Wars A New Hope, 77 og Star Wars The Empire Strikes Back, 1980. Og það var einmitt spólan sem pappi tók á leigu. Ég horfði á hann nokkrum sinnum í nýja vídeótækinu okkar og það má segja að eftir það var ekki aftur snúið. Ég var orðinn Star Wars fan og það mikill. Svipað leyti fór að bera á leikföngum tengdum Star Wars. Ég eignaðist nokkra kalla, kannski 20, 30 og eina flaug, X-Wing, og það var ekkert leiðilegt að fara í Stapafell og kíkja á úrvalið. En X-Wing fekk ég í jólagjöf svona 83-4. Kittivinur minn fekk fálkan í jólagjöf og við lékum okkur mikið með þetta dót. Það var öðruvísi að vera fan á þessum árum heldur en í dag. Þetta var fyrir tíma internetsins, geisladiska og það var ekkert sjónvarp á 50-dögum, en við höfum samt brennandi áhuga á öllu því sem tengdi Star Wars. Eftir því sem ég var eldri og tæknin fór að batna eignaðist maður myndirnar á VFS og svo komu fleiri útgáfur af myndinni og svo kynntist ég mattavini mínum, hann var líka Star Wars fan og hann telur skipti sem hann hefur horft á Empire Strikes Back í 100 skipta, ekki tugum, heldur 100. Eftir því sem árin liðu þá hætti maður í leikvöngunum sem eðlilegt og ég eignaðist myndirnar á VFS og síðar á DFD og við félagarnir gengu svo langt að kaupa Star Wars á spænsku af því áhuginn var það mikill. Ég keypti mér enda bara Star Wars fyrstu myndina á spænsku, ég hef aldrei séð hana eða nefnt að horfa á hana. Ég á ennþá nokkuð af Star Wars dóti sem ég hef geymt og nokkra bækur Star Wars og alls konar útgáfur af myndunum. En svo kom áfallið. Höfundur Star Wars, George Lucas, ákvað að breyta upprunalega myndunum og okkur félagunum var ekki skemmt. Okkur fannst að skemma það listaverk sem hann hafði skapað 20 árum áður og ég gekk mér að segja svo langt og skrifaði ritgerð í kúrs sem ég tók í siðfræði sem part af meistaranámi mínu. Og ritgerðin fjallaði það hvort að það hefði verið siðferðislega rétt af George Lucas að breyta myndunum. Svo gerði George Lucas svipað leyti 3 myndir sem voru forsaga fyrstu 3 myndana. En það eiginlega allir aðdáendur sem sáu fyrstu 3 myndirnar sammála að George Lucas hefði betur sleppt í að gera þær. Þær eru svo hræðilega lélegar. Mér langar að gráta sko. En þetta var allt saman gott markaðstrykk því þarna bjó hann til alveg nýjan aðdáendahóp og stækkaði þar með markaðsvæði sitt. Nú nýjasta myndin nýkomin í bíó og búin að slá öll met sem hægt að slá. Gömlu leikararnir í sínum hlutverkum og góðu leikstjóri. Þetta auðvitað því að þakka að George Lucas seldi réttin að Star Wars til Disney fyrir nokkrum árum á $4 milljarða. Sagan segir að George Lucas hafi komið með hugmyndir að næstu mynd sem í bíó núna til Disney en þeir hafi sett það handrit í tætarann og sagt svo bless. Nýja myndin frábær og For achievement in sound editing, Star Wars, The Force Awakens. For achievement in sound mixing, Star Wars, The Force Awakens. For achievement in visual effects, Star Wars, The Force Awakens. For achievement in film editing, Star Wars, The Force Awakens. For original score, John Williams for Star Wars, The Force Awakens. Hlé.